Já, komið þið sæl og velkomin í Ísland í dag. Óvissan í íslenskum stjórnmálum hefur sjaldan verið meiri. Það er langt síðan að stjórnarkreppa í raun hefur ríkt á Íslandi eins og gerði hér á 7. og 8. áratugnum. En það má eiginlega segja að það sé stjórnarkreppa í gangi núna. Og til að ræða þessi málur er komnir hingað Ágúst Ólafur Ágústsson og Illugi Gunnarsson, varaformaður Fylkingarinnar og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Byrjum kannski á stórtíðindum dagsins. Ég hugsa að hvar sem menn standa í flokki þá sé þjóðin slegin yfir þeim tíðindum sem bárust í dag af forsætisráðherra. Illugi, hvernig brást þú við þegar þú heyrðir þessi tíðindi? Þetta var bara alveg hörmulegt. Það er eiginlega eina orðið sem hægt er að hafa það. Og virkilega, mann var brá mjög illa. Og ég held að hugur okkar alla og alla þjóðarinnar sé hjá Geir Haarde og fjölskyldu hans. Já. Og þetta, auðvitað, eins og hann skýrði okkur frá þessu, þá á hann góða möguleika á því að ná fullum bata. En það hefur líka komið fram að hann þarf að gangast undir aðgerð og því hann er auðvitað kannski heppinn í þessu að þetta greinir snemma. Já. Og þannig að þetta er líka fyrir okkur, sko, þetta er ekki bara það fyrir okkur sjálfstæðismennina, sko, að þarna það sé okkar foringi, þetta er líka góður vinur okkar, maður sem við höfum verið að vinna með svo lengi. Þannig að okkur er auðvitað mjög brugðið. Er þetta stór og mikil aðgerð heldur að verði lengi frá störfum ef við reiknum með að ríkisstjórnin lifi nú? Nei, ég auðvitað kann ekki alveg meta það. Nei. En ég veit bara meðan Geir Haarde og ég hef unnið með hann í nokkuð tíma að hann gerir ekkert annað öðru sem það að það sem er fyrir þjóðarheill hvað þetta varðar. Hann lætur aldrei sína persónulegu hagsmuni ganga fyrir. Þannig að ef hann metur sem svo að hann geti áfram sinnt sínu starfi þá er það vegna þess að hann hefur sannfæringu fyrir því og ég treysti honum mjög vel fyrir því málum. Ágúst Ólafur, þetta hefur áhrif á ykkur líka í samtalsflokknum? Já, heldur betur og maður er bara mjög sleginn yfir þessum fréttum. Ég held að þjóðin sé það. Nú skiptir bara miklu máli fyrir Geir Haarde að ná skjótu bata sem fyrst og þetta er hugur okkar eins og allra Íslendinga hjá honum og fjölskyldu hans og þetta er heilsa númer 1, 2 og 3 en þetta er alveg ótrúlega hvað mörg áföll er að dynja núna á Íslands samfélag en ég vona að hann komi fljótt tilbaka fulla heilsu. Já. Stjórnarsamstarfi, sjálfstæðismenn ræddu það á miðstjórnar og sameiginlegu fundi miðstjórnar á þingflokks í dag að komast að vera niðurstöðu að þeir myndu vilja kjósa 9. maí og fljótt skipast veður í lofti því fyrir örfáum dögum var nú ekki í hljómgrunum kannski fyrir kosningum hjá sjálfstæðismönnum. Þessi dagsetning, er þetta dagsetning sem að þið í samstarfsflokknum getið sæst við? Já, hún kemur alveg til greina. Við höfum lagt áherslu að verði kosið í vor, tölum við skýrt hvað þetta varðar, reyndar opnaði formaðurinn á kosningar á þessu ári strax fyrir jól. Þannig að við höfum í talsverðum tíma metið að svo að það væri nauðsynlegt að hafa kosningar, það væri forsenda að uppbyggingin og endurreisnin myndi takast og uppgerið væri trúverður og ég bara fagna því að nú komið þverpólitísk samstæða kosningar. Það er aðalatrið að þjóðin fá að ákveða hverju muni leiða þjóðina í þeirri endurreisn sem er framundan. En getið þið þessi tveir flokkar, það hefur verið núningur á milli flokkana, augljós, það fór kannski fyrir brjóstið á sjálfstæðismönnum að til dæmis hvernig þú talaðir skýrt það að vilja kosningar í vor og jafnvel ef ég ætla að heyrta það, það farið lagst vel í alla samfylkingarmenn að þú skildi verða svona einarður í þessu á þess að kannski að þingflokkurinn hefði ályktað það eða eitthvað slíkt. Eru þið starfhæfir saman þessi tveir flokkar fram á kosningum jafnvel þó að þjóðin myndi leyfa ykkur að komast upp með það? Ég tala nú bara skýrt kosningar og eins og segja, aðrir hafa sömuleiðis gert það í forystusveit þessa flokks, formaður, ráðherra og þingmenn. Samstarf þessa flokka hefur gengið vel en við erum í alvarlegri stöðu núna og það er allir að endurmeta sína stöðu. Hugsaða með þessi stjórn ekkert lifa, maður er bara englegur í því en hugsaða með nú gera það og nú er næsta skrefið að formaður Samfylkingarinnar eiga samtöl við formaður Sjálfstæðisflokksins núna yfir helgina og formaður sem betur fer var að fá mjög góða fréttir í dag af sínum sjúkdómi mun sömuleiðis verið í góðum kontakt við sína flokksmenn þessa helgi en hún er sömuleiðis búin að vera aktífur aðili allan tíman í okkar fundum og aðgerðum þannig að allar tölur að við séum forystulaus og annað slíkt, þær eru ekkert réttar og sanngjarnar. Hefur þú trúið því að það sé nægilegt samkomulag á milli þessara tveggja flokka það að starfa áfram saman fram að kosningum eins og ég segi ef að þjóðin leyfir ykkur að komast upp hérna? Já, ég verð að trúa því. Ég var engin talsmaður kosninga strax. Ég tók mikið mark á mönnum eins og Göran Persson sem kom hérna ekki fyrir löngu síðan sem hafði mikla reynslu af því að leiða Svíþjóð út af sinni miklu kreppu sem sagði við okkur þið verða að gæta þess að fara ekki of snemma í kosningar, þið verða að klára ákveðið máli í ykkar samfélagi til þess að kreppan dýpki ekki of til hún verði ekki lengri.
Þetta var reynsla Finnana sem fóru og snemma í kosningar, þeir reynda réðu ekkert við það var bara þeirra stjórnarskrá hvað það, þeir þurftu að fara í kosningar. Þeir sem þekkja þar til eru sammála það að þeir hafi bæði dýpka kreppuna og gert hana lengri. Þannig að þú ert að segja Þetta er það sem ég hef haft áhyggjur af sjóðum, vegna þess að það eru ákveðin verkefni sem að skipta okkar samfélag alveg gríðarlega miklu máli. Fyrsta lagi er það að við klárum ríkisfjármálin. Við eiginlega frestuðum því að takast á við ríkisfjármálin, meðal annars að við viljum ekki draga of úr útgjöldum ríkisins núna í þessari fyrsta högginu. Þú ert að segja að það er að taka ákvarðanir frekari niðurskurð? Já, frekari niðurskurð, já alveg gríðarlega. Við stöndum frammi fyrir því að við verðum að skila miklu hagstæðri ríkisfjárlögum á sama tíma og við vitum að tekjur ríkisins er komin fjárlög fyrir árið 2009. Já, en það sem núna er framöndan að búa til 2010. En er það ekki næstu ríkisstjórnar sem tekur við í vor að búa til fjárlög fyrir 2010? Það er bara of seint ef við ætlum að fara að starta bara þeirri vinnu einhvern tímann í sumar. Það er bara of seint. Bara má ég að klára í mér það er annars vegar þetta verkefni, síðan er það hitt verkefni sem skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Það er það að hjálpa atvinnulífinu að komast á stað. Nú er atvinnuleysið komið yfir 12.000 manns og fer fjölgandi hratt. Og það sem að Finnarnir þekkja og Svíarnir, og ég tel að við eigum að horfa til þessara þjóða og læra af þessu. Það sem að menn eru að horfa á þetta, að ef að bankakerfið er ekki farið að geta hjálpa atvinnulífinu og ef að fyrirtækin er bara að fara á hausinn bara því að bankarnir get ekki sinnt sínu starfi, þá bara verða fleiri og fleiri atvinnulausir. Þetta er stóra hættan í okkar samfélagi núna. Og þess vegna var ég einn af þeim sem sagði, heyrðu, ég vil að ríkisstjórnin klári þessu verkefni og við kjósum í september til dæmis. Ok, nú er komin þessi niðurstaða, það verður kosið í vor. Já, og ég segi, þessi ríkisstjórn á að sitja fram að þessu tíma ef hún sinnir sínu starfi. Já, og það er stóra atriði sem eftir sammála þessu ákvæmstólu, þetta er náttúrulega kannski vikandi rétt fyrir kosningar að fara í aðgerð sem ekki eru mjög vinsamlegir, svo ég ætla að tala um að skera niður duglega í ríkisfjármálum fyrir vorið áður en að kosningar vera. Það er alveg ljóst að verkefninu gríðarlega sem eru framundan og hvað stjórn sem verður við völd, hún þarf að taka mjög erfiðar ákvarðanir, en það er engin flokkur, einstaklingur rétt borinn til valda, hvorki sjálfstæðisflokkur við eða annar, þannig að ég held að það veri hárrétt ákvörðun að flokkunum að samanast um kosningar og færa fólkinu það vald sem það hefur. Við erum hérna í umboði almennings og einskis annars, en auðvitað eru verkefnin mikil og þau fara ekkert frá okkur, en þó að flokkarnir... En eftir sammála eins og þessa stöðuna eins og illu í dreifurinn hér upp, það þurfum við að starta hérna bankakerfinu þannig að það geti farið að þjónusta atvinnulífi, ég hugsa allir séu nú sammála um það, hvar sem þeir eru í flokki. En þetta fara í raun og veru í hálfgildings-fjárlagavinu og skera enn frekar niður og bæði í útgjöldum og kannski afla meira að tekna með gjöldum heldur en þegar hefur verið gert. Já, ég meina... Fyrir kosningar? Við þurfum að fyrir kosningar þurfum að stjórna að taka erfiðar ákvarðanir, hvort sem það þessi ríkisstjórn eða einhver önnur. Það er alveg ljóst að atvinnuleysi er aukast, verðbólgan er há, vaxtastig of hátt, heimilin eru í vandræðum, þau verkefni fara ekkert. Og við mögum alls ekki tapa okkur í einhverju kosningabaráttu og gera ekki það sem þarf að gera. Við þurfum að sameinast ákveði verkefni en sem lúta hag heimilina, fyrirtækja og uppbyggjum bankakerfis. Haldið þið báðir tveir, haldið þið báðir tveir að nokkrum vikum fyrir kosningar séu það sterk bein í ykkur hérna auðvitað sem þingmönnum og forustu fólki ykkar flokka að þeir þori að taka svona óvinsalar ákvarðanir korteri fyrir kosningar. Þetta er auðvitað það sem er hættan hérna. Við skulum nú búið að taka þessa ákvörðun, við ætlum að fara í þessar kosningar og ég held að hún verður auðvitað ekkert aftur tekinn, þetta er komið svona. Og nú ríður bara á bæði hvað varðar þá sem eru í stjórn og stjórnarandstöðu að menn verið mjög ábyrgir í þessu vegna þess að við getum nú, fjárlögin fyrir þetta ár, 2009, voru með að halla upp á yfir 150 milljarða og það er ekki bara það að þetta auki skuldir ríkisins þetta, það þarf að borga þetta út. Við þurfum að hafa peninga til að gera þetta og ef við ætlum að skilja svo aftur svona á næsta ári, þá getur ríkið ekkert borgað það. Það er ekki flókið. Þetta segja að ríki komst það bara á einfaldlega í greiðslu þó? Ég meina ef við höfum okkur skynsamlega núna, þá getur þetta farið mjög illa með ríkisfjármálin. Þetta er engin hræðsla ára, þetta er bara... Þú er semst að fullyrða það sé verulega hægt á því að ríkissjóður verði... Nei, ég er að segja að staðan okkar, ef við tökum ekki á þessu núna, þá verður þetta alltaf erfiðara og erfiðara og erfiðara. Og þess vegna, það er þess að segja, þetta er í aðdraganda kosninga í gegnum prófkjörinu sín og hvað þetta er til þess að taka allar þær ákvarðanir sem þarf. Og ég finnst með málflutningi Vinstri grænna sem segja það á að auka ríkisútgjöld núna. Og mér finnst það náttúrulega algjörlega út í hött. Það bara gengur ekkert upp og sama tíma menn segja við ætlum að hætta í samstarfi með IMF og það er að leiðandi vera enda erfiðara að fá eitthvað lánsvétni til landsins til að standa undir þessum halla. Það er þessi hlutir sem við þurfum að fást við núna næstu dagar og það er gott að okkur takist það. Það er alveg ljóst að allir flokkar í landinu áttar sig á því. Ég treysti því að flokkarnir áttar sig því og hugsaðlega ný frambúð, en ekki gleyma því að það er rík krafa með hér sé... En heldur að þið hafi bein í þetta? Þurfa að hafa bein, en vita það þarf að taka erfiðar ákvarðanir.
Sko, almenningur heima kýs ekki óábyrga flokka. Ef menn fara út á sporinu, þá er almennings að dæma það. Auðvitað standa allir stjórnmálaflokkar og menn frammi fyrir því erfiðu vali og valkostum. Það sem við getum gert sem stjórnmálamenn, það er að bjóða fram okkar stefnu og láta það á borðið og almenningur ákveður það. Við getum boðið upp á aðgerðaráætlun, hugsjónir og svo framvegis, þannig að það er almenningur sem á að koma miklu meira á ákveð hvernig uppbyggingin á að vera og á hvaða forsendum. Og þess vegna eigum við ekki óttarskosningana, þess vegna eigum við ekki tala með þeim hætti að við ein getum stjórnað og svo framvegis, því við erum ekki eins sem getum stjórnað. Það eru margir aðrir sem geta stjórnað þessu landi og við erum að viðurkenna það. Já, það eru margir sem geta... Auðvitað er það ekki þannig, sko. Það dettur engum í hug, mér og ekki neinum öðrum, að við séum einn sem getum stjórnað. Það er bara svo langt í frá. Fullt að hæfu fólki. Það sem að bara, og ég vitna aftur til mann eins og Jóhanns Persson, sem hafði allar þessa miklu reynslu bak við sig. Reynslu Finnan og annarra sem sagði þið megið ekki missa augun af þessum mikilvægastu verkefnum sem er eiginlega alltaf því þverpólitísk. Martaði, auðvitað spurning með pólitík eins og með ríkisútgjöldin. En þess vegna, það er ekki vegna sem ég hef verið hrædd við kosningar, vilja ekki kosningar, vilja ekki það að almenningur segir sér dálít. Þetta var bara spurningin hvenær þjónum við hagsmunum best vegna þess að besta bölið sem lendir á þessari þjóð verður atvinnuleysi. Og núna, atvinnuleysi sem er að skella okkur núna er öðruvísi heldur en atvinnuleysi hérna til 1994. Þannig að við erum með miklu skuldsettar í heimili. Við þolum miklu verð atvinnuleysi og þetta er stóra máli. Þetta er stóra máli, segir en annað, Framsóknarflokkurinn hefur lagt hérna fram ákveðið tilboð til Samfylkingarinnar að þeir muni styðja minnihlutastjórn Framsóknarflokks og Samfylkingarinn. Þið hljótuð auðvitað að hugsa í þessari stöðu sjálfstæðismenn að þið eru með ykkar formaður er það með þingrofs umboðið, það er hann sem getur rofið þing og senda heim og boða til kosninga. Eru þið þá á sama tíma að þreifa, það eru fréttir á svona óljósar fréttir af þreifingum milli Samfylkingar og Vinstri grænna. Eru þið í þreifingum líka upp á það að þið kannski getur líka haft frumkvæði að því að mynda annars konar stjórn en nú sittuðu? Nei, við erum ekki í neinum slíkum þreifingum. Þegar við erum í ríkisstjórn, og það er okkar saga, þegar við erum í ríkisstjórn þá erum við bara heil í því samstarfi og erum ekkert að skoða neitt annað. Og ég hef enga trú á því að Samfylkingin og Vinstri græni geta náð sér saman um nokkuð prógram þegar Vinstri græni segja við þurfum að auka ríkisútgjöldin. Þegar Ágúst Ólafur segir hérna sem er alveg rétt í honum, nei, við þurfum að sýna meiri aga þar, við þurfum að ná meiri árangri. Allir þessi þættir eru bara svo ólíkir að það væri alveg algjör katastrófa. En það er engar síður þessar þreifingar í gangi. Og það er þess vegna ekki þannig að maður segir þetta vegna þess að maður segir, heyrðu, það á ekki að kjósa. Það er svo langt í frá og það er svo mikil misskilningur að halda því fram. Þetta er bara spurningin það að menn klári þau verkefni sem nauðsynleg til þess að fara ekki verð en það þarf að fara. En þið margir í ykkar flokki, ég hef heimildi fyrir því, það eru margir í ykkar flokki að tala við Vinstri græna um þennan möguleik. Þetta er enga formlega viðræður milli þessara flokka. Við erum með í samstarfi Sjálfstæðisflokkin og formaðurinn hefur talað með skýrt í þeim efnum að hún ætlar að tala við formann Sjálfstæðisflokkin um helgin og hefur svo sem verið í sambandi við hann bæði í dag og gæði undanfarna dag. Myndu þér hugnast ríkisstjórn Vinstri grænu minnihlutastjórn? Já, það geti alveg komið til greina. Það geti alveg komið til greina. Heldur eins og ykkur bendur að þið náið saman með svona ólíka stefnu? Þetta snýst bara verkefni. Ef við náum ekki saman Sjálfstæðisflokk og Samfylkingin, þá þarf að leita okkur öðrum kosti. Við getum ekki skilið landi eftir stjórnlaust. Það er enginn sem vill það. Við þurfum að ná sameiningu verkefni sem eru framöndan og ef við erum ekki að ná árangri sem Sjálfstæðisflokkur sætir sig við eða Samfylkingin, þá eru þetta brostna forsendið þar. En ef við ætlum að fara eitthvað annað, þá þurfum við að ná sameiginlegu grundvelli við aðra flokka. Og auðvitað er munur á Vinstri grænum og Samfylkingum. Það er líka munur á Sjálfstæðisflokki og Samfylkingu, lítið á Evrópumáli, lítið afstöðu til Seðlabanka. Það er annar möguleiki, þið getur verið með Framsóknarmönnum. Já, það er alls konar möguleik, en við bara erum ekki horfin inn áttir. Ef ég má bara segja eitthvað, það sem ég held að sé bara best að gera núna. Núna hafa þessir atburðir að ganga í gegn og ég er auðvitað ekkert sáttur við það hvernig mér finnst þetta að hafa allt saman borið þar. Það sem við eigum að gera núna, ríkisstjórnin, við eigum að segja, heyrðu, það eru hérna einhver ákveðin atriði og við getum bara númerað þau sem við verðum að klára núna fyrir kosningar sem að verða núna þá í maí. Og þjóðin verður að geta séð það er þessi atriði sem við viljum að samast vegna þess að ef við göngum frá þessum verkum núna eða þetta fer klúðratningunni höndum okkar núna á næstu mánuðum, þá er það skelfilegt. Bara réttur okkur bara já en nei, teljið þið að þessi stjórn muni starfa til kosninga? Ágúst. Það er erfitt að segja. Hún á að starfa ef hún er árangri. Illugi Gunnarsson, Ágúst Ólafur Ágústsson, takk fyrir kærlega fyrir komuna í Ísland í dag. Þessum er þá lokið í bili, verið þið sæl.